En ástæðan fyrir að þið fenguð þið til að koma hingað að það dó gamall maður í húsinu á móti þér á laugardaginn. Og ég var svona bara að velta í fyrir okkur hvort að þú hefur orðið var við eitthvað óverulegt þetta kvöld. Nei, við konan vorum nú bara að horfa á sjónvarpið, sko. Ég var ekki var við neitt, sko. Nó, allt í lagi. Ég þakkaði bara kærlega fyrir komuna. Já, takk. Ekki svona hratt. Hún sleppur nú ekki svona auðveldlega. Já, sko, ég var að horfa á sjónvarpið allt kvöldið og konan getur alveg borið vitni um það, sko. Hlægilegt. Hvað meinarðu? Áttu mig að spyrja spurningana hérna. Segðu mér, Baldur, ef þú heitir þá Baldur, getur hugsast að þú hafir skroppið á klósettið meðan þú og kona þín, ef hún þá kona þín, voruð að horfa á sjónvarpið? Já, það er alveg hugsanlegt. Einmitt. Og getur hugsast að þú hafir skriðið út gluggann, læðst inn í næsta hús og myrt Bjarnleif Friðriksson? Nei, það er alveg óhugsandi, sko, enda býju upp á annarri hæð. Brilliant. Og heldur þú hafi mig í vasanum. En það gerur ekki! Rólegum ekki minn. Rólegur. Allt í lagi. Ég skal segja þér hvernig ég held að þetta hafi gerst. Þú stóðst skyndilega upp úr sófanum og fórst á klósettið. Þú lokaðir á eftir þér klósetthurðinni, tókst niður sturtuhengið þar sem þú hafðir falið 2 sturtur. Þú opnaðir gluggann, smeygðir sturtunum niður og steigst út. Þú gekkst á sturtunum yfir að runna í garðinum þar sem þú faldir sturturnar og tókst fram dulbúning sem þú hafðir falið nokkru áður í svörtum plastpoka. Þú dulbjóst þig sem gamla konu og gekkst yfir á húsinu þar sem Bjarnleifur Friðriksson, fyrrverandi málarameistari, beið algerlega grunlaus, saklaust fórnarlamb geðsjúks morðingja. Þú passaðir þig á því að heilsa öllum sem þú mættir til þess að villa fyrir lögreglunni. Þegar lítil börn sem búa í húsinu áttu leið hjá, notaðir þú tækifærið, settir fótinn fyrir dyrnar sem eru alltaf læstar og laumaðist inn í húsið. En þegar þú komst inn í stigaganginn, fórstu úr konukerfinu og klæddir þig upp sem pizzasendill. Þú gekkst beint að íbúð Bjarnleifs, hringdir á bjöllunni og réðist svo til inngöngu þegar hann opnaði dyrnar fyrir þér. Þú dróst hann inn í svefnherbergi, klæddir hann úr fötunum og í náttföt sem þú fannst í skápnum hans og kæfðir hann svo með kodda. Svo flýðir þið af vettfangi, sömu leið og þú komst. Fyrst sem pizzasendillinn, svo sem gamla konan og loks sem stultumaðurinn. Og áður en kona þín var farin að undrast þig, snerirðu aftur af klósettinu og settist hjá henni í sófann eins og ekkert hefði í skorist. Jæja, hvað segir þetta? Því miður, þetta er bara bull. Hugsanlega. En aðeins hugsanlega. Má ég fara? Já. Takk. Og svona nálægt í að koma hann. Svona nálægt í.